Ok, það hangir allt saman hérna hjá mér alltaf heima í rauðri viðvörun. Það er bara svona sæmilegt rók hérna en ég vona að þið séu í góðum málum. Uh, ég ætla þess að núna fara aðeins yfir verkefni 2 sem er sett fyrir núna í vikunni. Svo tökum við bara lokin hópverkefni 1 sem að hérna ég á eftir að fara yfir í þessa viku og aðeins að laga til hérna. Uh, og verkefni 2 er framhald af verkefni 1. Þar sem við ætlum að taka þessi gögn sem við erum að geyma núna í þessum JSON skrám og við ætlum að færa þau yfir í gagnagrunn þar sem við erum í rauninni ekki lengur með þau á einhverju JSON formati, þá erum við bara með þau á vel skilgreindu formi í töflum í gagnagrunnum þar sem við tengjum á milli og ég mun hjálpa ykkur, eins og ég sagði þarna í byrjun, það er gott að vera búin að taka gagnagrunnstafsfræði, þið þurfið ekki að gera það, þannig að ég mun í raun bara að tala ykkur í gegnum það sem þarf að gera fyrir það sem skilgreinum á gagnagrunnum fyrir þetta. En ef að þið sem sagt eru að klára bara verkefni 1 núna og vinna í einstaklingsverkefni og svona, þá er bara eitt sem þið gerir í þessari viku, það er síðan að setja upp Postgres. En fyrir nánar yfir þá á eftir. En þetta er sagt bæði að setja upp Express-vef, og ég ætla að skoða bara, ég ætla að segja bara mér um Express á eftir. En Express-vefurinn tekur þá við þessu sem er þetta að búa til HTML og eitthvað svona. Þannig að Express hefur leiðið til að segja hérna, þegar þú ferð á slash eða á fossíðuna, þá birtist þetta view, þessi gögn. Þannig að þá erum við með routing, sem er síðan með einhverju templating, sem síðan getur tengst í gagnagrunninn og blanda þessu saman til þess að búa til HTML fyrir framönda. Svo er Express líka með leið til þess að setja svona statískt efni eins og við erum með þarna, við erum að copy úr þessari public mappi yfir í diskmappina og þá getum við sagt hérna, hér er statískt efni, þar að segja, efni sem er ekki dýnamist búið til og það er CSS skráin okkar og JavaScript skráin okkar fyrir framönda. Og Express-vefurinn á að vera með forsíðu sem er með hlekkjumás og flokkasíður. Flokkasíðuna með spurningunum, þar sem við getum bara birt og notað úr ykkar lausn á verkefni 1 eða úr sínlausninni. Og síðan síðu með formi til að bæta við spurningu í flokk. Þannig að þá tengist það inn í þetta sem er hérna í seinustu viku. Það er Express. TypeScript skoðum betur í næstu viku og svo er það fyrir vikuna núna þar sem við erum með form og svo með Postgres. Þannig að form efnið er bara þetta, hvað er það, hvernig tökum við gögnum frá notendum og gerum eitthvað við þau. Og það er bara gegnum þetta einfalda en lúmskt flókna og alltaf betra og betra form sem er bara element í HTML sem leyfir okkur að senda gögn með post sem er það HTTP aðferð og sendir gögn á ákveðið formi á serverinn okkar. Og á serverinn okkar tökum við gögnunum, validatum þau og gerum svo okkur við þau eins og setja þau í gagnagrunn. Við ætlum að gera það í næstu viku, setja sem dæmi, bara hvernig við erum að gera þetta. En núna ætlum við að byrja að setja upp Express og svo eftir setja upp Postgres og tengja það saman. Ok. Klárum bara að fara hérna yfir þetta. Þetta er í raun bara svipað og í verkefni 1. Ég er svona aðeins að missa þaðan en ég er að passa með að stay your lane. Að við erum með birtingu sem er bara flokkaður á fossíðunni, alveg sem við sýndi á hann í verkefni 1 í sínlausninni minni. Hver flokkasíða birtir bara alltaf spurningarnar, hvort sem við getum svarað öllum í einu eða eitt í einu, skiptir ekki með öllum máli. Síðan þegar ég er að bæta við spurningunni, þá skrifa ég inn eitthvað spurninguna sjálfa, hvað er 1+1, og svo hef einhvern til leið til að búa til svör. Það er svolítið bara í ykkar höndum, hvernig finnst ykkur að það eigi að búa til, hvernig viðmót finnst ykkur make a sense í því að búa til svör. Er það alltaf 4 svör? Er það vill ef ég er með færri en 4 svör? Þið með aðeins leika ykkur með þetta og svona hugsa þetta. Og það er síðan í staðfestingunni, þar sem ég þá er búin að setja eitthvað inn. Hvað gerist þegar ég setja inn spurningu sem er tómustrengurinn? Hvað þýðir það? Er það ekki ólögleg spurning? En ef ég setja spurningu sem er bara spurningamerki, það er náttúrulega mjög svona existential spurning sem að hugsalega er eitthvað. Þannig að er eitthvað lágmarkslengd á spurningu? Er það 10 stafir?
og það er þessi validation á gögnunum sem er í raun að segja þegar ég tek við gögnum frá notanda þá er ein gullin regla sem er við treystum engu og þá túlkum við það svolítið eins og þessi JSON-gögn sem við fórum inn. Við þurfum einhvern veginn að taka ákvörðun um hvað eru gild gögn og þá ætlum þessi spurningin eftir að hafa lágmarkslengd og hámarkslengd og flokkurinn sem er sendur inn verður að vera til í gagnagrunnum. Það þarf að vera einhver lágmarks- og hámarksfjöldi svara og það þarf að vera einhver leið til að skilgreina að svar sé rétt, eða ekki? Ég veit það ekki, það má alveg kannski færa rök fyrir því að það sé hægt að vera með spurningu þar sem ekkert svar er rétt og það að svara engu sé rétta svarið. Og þegar það er búið að gera þetta fyrir spurningu að þá setjum við það inn í gagnagrunninn og hún birtist og það er hægt að nota hana. En ef það er einhver villa að þá þurfum við í raun að vita að það er villa með því að geta keyrt kóða sem athugar þessar reglur okkar og skila þá tilbaka einhverju vitrænu til notanda. Það er að segja að ef ég skrifa inn spurningu sem er bara spurningamerki og ég veit að það séu að minnsta kosti 10 stafir, þá sé ekki bara spurning ólögleg. Þannig að þá þarf ég að fara að giska, ok, eru 2 stafir löglegir? Nei, spurning ólögleg og svo held ég áfram og er svona að giska í þetta. Í staðan fyrir að svara bara spurning er ólögleg, spurning verður að vera að lágmarki 10 stafir og að hámarki 150 stafir. Og þá get ég sagt, já, ég skil, laga það og senda þetta inn. Og þetta er aftur svona validation, upplifunarformin, hvernig við erum að validata og hvernig við erum að hugsa það. Svo er bara eitthvað einfalt útlit, það má nota útlitið úr verkefni 1. Svo er öryggi sem við ætlum að fara yfir í næsta tíma, þess að það er verkefni í næstu viku. Það er bara þetta, það er ekki eingöngu þetta hérna, heldur líka það að ég get ekki sett inn eitthvað malicious í spurningareitin sem veldur því að ég hendi öll út úr gagnagrunnum. Ég bý til öryggishólu þannig að ef einhver skoðar spurningalista minn þá gæti viðkomandi keyrt einhvern jáskrift-kóða sem gæti keyrt einhvern annan kóða sem myndi einhvern veginn valda því að vél viðkomandi væri í hættu að vera tekin yfir eða fá einhverja óværi á sig. Og við munum skoða það svona svolítið svona á brettina í næsta tíma. En svo er ég að vonast til þess og er mjög jákvæður fyrir því að fá félagið minn sem er framkvæmdastjóri hjá öryggisfyrirtæki til að koma við bara sér gestafyrirlestur til þess að ræða þetta aðeins nánar. Af því að svona öryggisheimurinn er gífurlega stór, gífurlega flókin og bara engan veginn eitthvað sem við munum nokkuð tíma geta farið yfir í þessu en bara það að koma ykkur á stað og vita hvað þetta er flókið. Svo ætla að skrifa einhver test, eitthvað eðslint, setja upp GitHub Action og svo setja þetta í hýsingu. Og það er líka eitthvað sem við ætlum að skoða nánar í næsta tíma sem er þá að vera komið með einhverja grunnlausn, bara svona eins og við gerum með verkefni 1. Í staðan fyrir að setja hann bara Netlify, þá mun ég setja hann upp á render og ég mun sýna ykkur, en það er líka í efninu sem er í næstu viku er hýsing þar sem er líka vídeo þar sem ég fer yfir og ég set upp í render og railway og þið getið sé hvernig það haga sér og svo munum við gera það fyrir annað, svona fyrir okkar nákvæmlega þetta verkefni. Alright, þannig að þetta er verkefni 2. Ég held bara áfram núna, tek hérna, það eru engar spurningar komnar inn hérna og set bara upp einhvern grunn að þessu. Og ég ætla bara að byrja hérna alveg frá grunni, vinnum þetta bara hérna inni. Sjá, burt með hann skjá hérna, við erum þetta sjá það hérna þessi stika. Já, þið sjá hana nú í upptökunni, þið sjá hana örugglega þegar ég er að dela skjánum. Fá hana niður með þig. Ok, hún ætla bara að vera hér, flott hjá henni. Ég ætla að gera terminal hérna. Ég ætla bara að byrja þetta alveg frá grunni og tala í gegnum þetta. Þannig ég ætla að gera npm init sem að býr bara til package station fyrir mig. Ég ætla að segja npm install save express og express þetta er svona í tímalínu hérna Node og þessari JavaScript framework er express orðið svolítið gamalt þó svo að það sé ekki nema 10-12 ára gamalt framework en ég held áfram að kenna það þegar þú veist þetta er mjög svona mikið grunnforrit sem er ekkert svakalega mikið sem að býður upp á og svona nógu mikið til að geta gert þessi forrit sem við erum að fara að vinna með og svo ætlum við líka að skoða þess Hono og ég ætla að vinna það fyrir hérna verkefni 3
þar sem ég ætla að nota annað sem svona meira nútímalegt þetta. Þannig að við erum komið með þetta hérna, við erum komið með package.json, við erum komið með express hérna, ég ætla að búa til git ignore strax sem á node modules, þannig að þessi hérna þegar ég gerir núna git init, þá hún ekki trökkuð. Ok, og svo ætla ég að búa til folder hérna sem heitir source, og ástæðan fyrir því að gera eitthvað hérna source að það oft gott að hafa allan kóðan, svo að allur kóðin inn í þessari möppu. Hann ekki einhvern veginn tvist og bast inn í rótinni og einhverju möppur þar. Þetta bara allur forage kóði inn í source. Mér finnst það þægilegt að hugsa það þannig. Og hérna ætla ég að gera bara server.js og hérna ætla ég að setja núna já, ok, ég ætla að setja install save dev, nei, ég ætla að gera npx ESLint init sem setur upp ESLint 9.19 og það er svona já, ok svona JavaScript, input, export, none of these ég ekki með TypeScript ég ætla að vera með browser og node og ég ætla að setja upp ESLint.js og ég ætla að nota npm ok, þannig að þá kemur þetta upp nú ætla ég bara að fara hérna yfir í námsefnið og copy-paste eitthvað smá úr Express hérna hvað dæmi ég ætla að taka bara router og ég ætla að gera svona ég ætla að setja þetta inn hérna og ég ætla bara að taka þessi hérna comment bara þess að þurfa ekki að skrifa þetta og nú er þetta hérna eitthvað sem að keyrir og ég ætla að segja npm run dev og þá þarf ég að hugsa ok, hvernig gerum við dev þegar ég er með express þá getum við farið hérna og sagt script og sagt dev og það ætlar að vera ekki npm, þetta er node source server.js svo ættir aðeins að sjá hvað það þýðir en alltaf getum gert þetta núna nú fáum við þetta hérna og þá munum við það að ef við ætlum að vera að keyra með import-export þá þurfum við að setja type module hingað það er fyrst síðan í allar möppur undir okkur server og núna komum við í þetta sem er hérna við erum að koma að stiku fyrir okkur góða stað hérna sem tengist event loopinu sem við tölum í fyrsta og öðrum fyrirlestri að núna keyrði server minn og hann hætti bara strax aftur það er að segja, hann keyrði þetta er bara eitthvað kóði hér en það er í raun ekkert það vantar partí þetta hérna, ég tók vitlaust dæmi en það er bara gott að það sýnir okkur þetta hérna en þetta segir hérna, við erum að búa til express router router er að segja að þegar ég gerir get fyrirspurn á slash þá ætla ég að senda eitthvað tilbaka ef ég gerir það á eitthvað foo hérna og eitthvað bar hérna þá sendi ég það tilbaka nema hérna vantar að setja upp serverinn sem segir actually síðan, herru já, og svo ef einhver kemur með fyrirspurn á þessa IP-tölu eða þennan host og þessu porti, þá vil ég að þetta forrit taki við því. Þannig við þurfum að segja stýrikerfinu að þegar það kemur einhver incoming HTTP requesta á serverinn sem er tölvan mín bara núna locally, að þá fari það rétt ekki network layerinn, eða networkið í tölunni og segja hérna, ok, fyrirspurn hérna, þessu porti lendir í þessu forriti og til þess að gera það þá þurfum við router app er grunndæmi hérna og þá tökum við svona og köllum þetta routes og búum til nýtt hérna sem ætlar að vera server.js og þá sækjum við hérna routerinn úr routes.js, importum því og þá fáum við hérna, þetta er router sem er í Express
og svo ætlum við að segja, nú að búið til nýtt app fyrir Express, þetta bara keyrir upp og creates an Express application og þetta bara segir, heyrðu, þetta er allt sem þarf til þess að geta keyrt vefþjón. Svo ætlum við að segja fyrir bara slash, ég ætla að gera hérna, redirect, þá ætlum við að nota ráturinn okkar, þannig að þá keyrir það og þetta rátur sem við erum með, þau svara þarna. Svo ætlum við að vera með eitthvað hostname hérna og það er bara 127.001 sem er localhost, sem er tölvan mín og svo eitthvað port sem er port 3000. Svo setjum ég það hérna bara til þess að segja mér það, að því ég segi hérna listen og það sem gerist hér er að þá fer þetta inn í HTTP útfærsluna í Node og segir event loopa, hérna er server, hann ætlar að hlusta eftir því þegar að stýrikerfi sendir inn HTTP beiðnir inn í þetta forrit og alltaf þegar kemur beiðni þá ætla ég að svara. Ég er sett appið sem svara. Og við vistum þetta, keyrum þetta upp og núna hættir forritið mitt ekki að keyra. Þannig að nú er það bara að bíða. Og þá er það að bíða hérna á þessum server. Þannig að ég fer núna að opna hérna og þá fæ ég hérna bara eitthvað foo og sjá, ef við gerum svona og minkum þetta og minkum aðeins þennan glugga hérna þannig að við getum holst á þetta bæðinu, getum bara aðeins meira pláss hérna að þá svona þannig þá segir ég hérna fyrir slash er einnota router fyrir slash er einnota router hérna þannig að ef ég segi hérna foo að þá keyri ég hérna en byrjum við nú gerist ekki neitt þetta er ennþá bara eitt upprópunarmerki ég er búin að setja 2 þetta er eitthvað ástæðan fyrir því þegar ég keyri upp serverinn þá keyrir hann kóða sem er til staðar á þeim tímapunkti sem serverinn var keyrður upp þannig að hann horfir bara á kóðan sem hann var áður hérna með einu upprópunarmerki nú þarf ég að fara hérna drepa með Ctrl+C sem sendir sig int eða interrupt á forritið mitt drepur það bara og ég þarf að keyra upp aftur keyri hérna aftur nú fæ ég 2 ekki frábært það þurfa að vera að gera svona fyrir hverja breytingu sem ég geri þannig að þá er watch eitthvað hérna og þá getum við nota hérna ég bara komast hingað að með Node 18 þá fengum við leið til að láta Node horfa á einhverja möppu eða einhverja skrá og alltaf þegar eitthvað sem hefur verið notið í breytist að restarta prósessnum. Þannig að þá get ég farið núna og ég get farið hérna í package station og ég get sagt Node þetta og watch source. Þannig að þá kemur aftur, nú er þægilegt að vera með allan kóðan bara inn í source möppu að því ég veit bara ef eitthvað breytist inn í source möppunni þá á að endurræsa þetta hérna. Þannig að ef ég er með þetta rétt, þetta getur gert núna svona, slögt, keyrt npm-run-dev, ok, hann keyrir og þá núna ef ég ger einhverja breytingu, þá ætti ég núna að sjá þetta hérna breytast. Gerði ekki rétt, þetta gerði ekki, þá þurfum við að fara hérna og þetta er aftur svona, hvernig nákvæmlega gerum við þetta? Node 18 watch. Við getum bara farið inn á Node JS hérna. Við getum farið hérna í docs. Við getum farið í watch. Það kemur ekki, þá erum við núna, nú erum við bara í þessu sem er eftir það sem að gera oft sem forritari. Ég ætla bara að komast í documentationið. Ok, hérna, docs, ok. Changes watched file by default use watch path to specify what paths to watch þannig að ég var með vitt hérna ég þarf að fara að segja hérna þetta er eingöngu ég vil að vera með eina skrá þannig að þá get ég gert routes.js svona þá ef að ég slekk svona og keyri hér og bæti við svona aftur virkar þetta ekki skemmtilegt svona er það svona ok, þetta er bara geggjað stuð hérna Node watch ok, watch path
og hvort þetta er að koma á undan eða líka. Þetta er alltaf gaman. Ég man ekki neitt svona alltaf að fletta svona hlutum upp. Þarna kemur þetta. Ok, veit ekki nákvæmlega en hérna allavega. Nú sér hún hérna, upprópunarmerki, restarting server. Þannig að ég veit ekki hvort það hafa verið að þetta þarf að vera á undan áður en við setjum inn þetta hérna. En nú allavega, ég breyti þessu, þetta restartar. Ég breyti þessu og þetta restartar. Þannig nú þarf ég ekki lengur að fara hérna og nú get ég bara gert breytingar á forritinu mínu og þetta hot reloadar. Það er að segja, þetta er svona einhver leið til þess að segja restartaði þegar ég gerir breytingar. En þetta hot reloadar ekki af því að hot reloadar sem við möttum að sjá seinna er svona meira að hérna, breyta ákveðnum kóða út frá kóðunum sem er breytt, ekki bara breyta öllu. Ok, þannig að ég ætla að taka þetta hérna, þetta er ekkert eitthvað svona, en nú get ég alltaf að fara hérna og ég get farið á þetta og ég get farið á þetta hérna, þannig að nú segir hún þetta hérna slash er í raun bara slashið á þennan hérna router, þannig að slashið hér er það sem við fáum og við fáum það hérna. Ok, svo er eitthvað hérna þar sem við getum notað regular expression og ef ég fer á slash foo þá fæ ég hérna þú ert á foo, url er foo, svo get ég gert eins mörg og ég vil og ég er alltaf að fara að svara það þegar hún segir hérna regular expression og foo og svo bara einhverju stafir. Það verður alltaf að vera svona f og o. Þannig að ég gerir fx og þá fæ ég bara einhverja villu sem er 404. Ef við skoðum hérna fyrir mig network, slökum á þessu og stækkum það svo við sjáum hvað gerast. Þá sjáum við hérna statusinu 404 sem er HTTP statuskóðin fyrir það var beðið resource, hann er ekki til. Hérna status 304 og því að þetta er búið, hann er búin að kassa þetta, en hérna ný síða 200. 304, það er búið að sækja þetta ára vafranum er búin að kassa þetta. Ok, svo ef ég fer hérna, þá sjáum við hérna slash redirect, þannig að hérna að gera redirect, þá fór ég hérna, og þá fekk ég 302 sem er redirect, og ef ég opna þetta, förum hérna, þá sjáum ég hérna, request headerinn, ég requestaði þessa slóð, þetta resource með get, ég fekk statuskóðan 302 found, response headerinn, location, slash f og það sendir, býr til nýtt HTTP request sem að vafrinn bara eldir, því að hann kann á HTTP og veit að þetta er redirect og fer yfir á þessa hérna síðu. Þannig að þarna er þetta að Express leyfir okkur að búa til forrit sem kann að tala HTTP og leyfir okkur að skilgreina fyrir þessi routes hvað við viljum að birtist. Ok, nú skulum við fara að skafa í burtu það sem ekki skiptir máli og við ætlum að kalla þetta bara routes hérna, það er bara fínt og sjá, þetta hérna sem að ég vildi vera með, þannig að ég ætla að vera með svona og þetta ætlar að vera kategóri, ég ætla að vera með þetta spurningar slash kategóri, þannig að nú er ég byrjað aðeins að hérna, hugsa hvernig ég ætla að setja þetta upp á móti forsíðunni minni, þú veist, fyrir verkefnið. Ég ætla að segja hérna forsíða, spurningaflokkur, kategóri, svona. Sjáum við hérna, þetta hérna kemur eitthvað svona smá, hún veit að ég er með kategóri hér, þannig að hún er svona aðeins að type checka mig hérna. Ok, nú ger ég hérna, þá er þetta bara að skila 404, af því að ég er búin að taka í burtu rátið sem að svaraði fyrir þetta og ég fer þá hérna eitthvað svona forsíða, svo ger ég hérna kategóri, spurningar slash html, spurningaflokkur jafnt og html, jafnt og CSS, enter, spurningaflokkur CSS, en líka sáum bara eitthvað, þú veist þannig að ég er ekki að validata þetta sem réttur flokkur, en það kemur seinna að hérna ætti ég núna að svara eingöngu fyrir
réttan flokk. Það kemur seinna. Ok, og svo er ég með hérna router.get form og þá séum við hérna að við erum með þetta rec.res og rec.res er sem sagt request og response og þetta er bara HTTP requestan sem kemur inn og HTTP response sem ég svara tilbaka. Ég er að senda hérna svarið og ég er að senda það sem bara eitthvað og ég get gert formið hérna, þetta á að vera síðan sem að leiði mér að skrifa inn formið mitt og ég ætla að setja res.send og nei, ég ætla að prófa eitthvað nýtt hérna, status 210, bara einhver statuskóði, send JSON hello heimur, ok, ég ætla að fara hérna á /form og ég fæ núna hello heimur, status 210. Status 210 er ómerkur, það þýðir ekki neitt, en ég get bara gert það sem ég vill hérna. Ég stjórna. Ef ég fjarlægi þetta, og þetta er default sem er 200, kennum hérna, nú fáum við 200 og ég fæ tilbaka, ekki HTML, heldur fæ ég tilbaka JSON, þannig að við fyrir hérna, við séum content type, application JSON, charset UTF-8, Express bara séum þetta fyrir okkur, content length er 18, það er að segja þetta eru 18 bæti sem er skilað hérna, ef við fyrir tilbaka, fyrir hérna, text HTML, charset UTF-8, 27, Express bara sér hérna, þú ert að skrifa applicationið, þú sendir gögnuna þannig að hérna í gegnum API mitt sem er bara tiltölulega vel skilgreint og við getum skoða hérna er líka í það er eitthvað Express.js svona hérna þá getum við farið hérna API reference og ég get skoða það eru 5 komið út ok, förum í 4 ég held samt að ég seti 5 þá get ég farið hérna í request þá get ég séð allt sem ég gert þess að sækja eitthvað úr og þetta, góðu við Express þetta mappast eiginlega einn á móti einum við HTTP staðarinn en ekki 100% Hono hins vegar sem er annars svona framework sem líka svona lightweight Hono.js í raun og veru notar staðlaða nota bara web standards í request og response módelinu sínu sem gera það verkum að það er mjög, mann hugnast það mjög að nota það að því að hérna það mappast 100% við HTTP staðarinn þannig að þetta er alltaf mjög svipað en við möttum skoða þetta ég stay on track hérna þannig að við fyrir henni í request í response hérna sjáum við bara res.status þá getum við set the HTTP status chainable alias of nodes response status code þannig þá sjáum við hérna res type sets the content type þannig að annars í raun fer það bara eftir því hvernig við sendum hvernig við fáum eins og gerir hérna res JSON sends a JSON response method sends a response with the correct content type that is a parameter converted to JSON string using JSON stringify. Bara hjálpafall sem gerir þetta. Ok, þannig að þá erum við komið með þetta hérna en við ætlum svo sem ekki að vera að skila formi hérna, við viljum skila einhverju HTML formi og þá lendum við í raun í sama svolítið og í verkefni. Ok, hvernig ætlum ég að vera að setja saman þetta HTML? Það er alveg svolítið bras að vera þú veist, ég ætla ekki að gera þetta einhvern veginn hérna doctype HTML eitthvað ég ætla ekki að gera þetta svona, þetta er ekki nógu gott þá kemur hann að hérna sem er templating sem að fylgir oft svona hérna svona frameworkum og þó svo við séum að fara sér yfir í að nota Hono eða nota React eða nota Next.js þá er alltaf þetta templating concept er alltaf þarna til staðar að einhvern veginn ætla að taka gögnin okkar og eitthvað markdown eða eitthvað sem sagt hérna markup segir
og blanda þessu saman í eitthvað sem er skilað út. Þannig að það í eðlisinu er bara templating pælingi. Þegar við getum sagt hérna, við ætlum að nota EJS template. Þetta er alveg gömul og góð tækni sem ég myndi segja að hún sé svona antiquated að einhverju leyti, en hún er hérna þetta er svona solid tækni, þannig að það er gott að nota hana til að læra bara þessi grunnkonsept og svo fyrir við að nota eitthvað annað. Þannig að templatein okkar geta verið með svona eitthvað einfalt if, geta verið með einfalt svona hérna hvað kallaði þetta views, og þau geta verið með svona includes, þar sem ég get verið með eitt HTML template og svo include öðru svona subtemplate, og með þessu getum við skipt upp og aðskilið HTML kóðun okkar frá gögnunum okkar og sett það saman í rátun okkar. Þannig að ef við skoðum dæmi hérna, ætlum að alveg að koma tíma, klára þetta og svo tökum við pásu. Núna vill ég í raun búa til eitthvað hérna sem ég ætla að kalla views, ég kalla þetta templates, ég kalla þetta alls konar. Og hérna ætla ég að vera með index.eos og ég ætla að gera þetta svo grófur að fara í eitthvað gamalt verkefni og haft 2 sýnilegust afrita bara, ekki þetta því, hérna heitir þetta views líka, hérna heitir þetta index.eos líka, og já, svona erum við þetta. En þá segir hérna include einhvern header, og svo include einhvern footer, og svo ætlum ég að vera með hérna og þetta ætlar að hérna pudra síðan út öllum flokkunum okkar, en headerinn okkar, hann ætlar að vera bara eitthvað svona gaur. Þannig þá fór ég bara hérna og ég bý til nýtt fæl sem heitir header.eos, pastum þessu inn hérna, hvað gerir svona style CSS, það er eitthvað sem ég ætla að vísa í á eftir. Svo kemur eitthvað locals title hérna, þannig að hérna er að sækja ykkur gögn og ég ætla að segja spurningavegurinn, og við ætlum að vera með eitthvað navigation hérna í headernum sem ætla að vera bara forsíða. Ég ætla bara að vera með forsíðar og ég ætla að hafa senda inn spurningu, það ætla að fara form, þá ætla að vera með eitthvað svona og fínt og fínt, svo ætla að fara aftur hérna og að ræna enn meiru sem er footerinn, og hann er eitthvað svona. Í þessu verkefni var innskráning krafist, við þurfum hann ekki, nei, þetta var ekki alveg hér, það var svona, og ég ætla bara hérna að segja footer.eos og ég ætla bara að taka þetta út, bara eitthvað, bara hafa þetta bara tómt. Þetta lokar í raun bara main, lokar body og lokar HTML. Svona, svo erum við þetta index hérna og ég ætla að vera með hérna flokkur 1, flokkur 2 og svona. Svo ætla ég að fara í þetta og hérna ætla ég ekki lengur að segja res send, þetta ætla ég að gera res render, og þá ætla hann að rendexa index, þetta heitir index, og þetta ætlar að senda einhver gögn, þannig að það er einhver gögn hérna, og það ætla ég að vera með title, forsíða, eitthvað, við lögum þetta seinna. Svo ætla ég að fara í dæmi hérna til þess að passa upp á að ég sé örugglega, já, við þarfum að bæta þessu hér. Þannig að þá erum við bara að segja hérna Express, nú ert þú að kunna að nota EUS og svo þurfum við að render, þetta er rétt, og við þurfum að setja EUS pakkan inn. Þannig að það þarf að gera hérna, og núna eftir getum við opnað bara nýtt terminal hérna við hliðina á, npm install save EUS. Sæki það, vistu það, þá
flott, vistum og ef allt eins og á að vera, þá get ég farið núna hérna, farið á forsíðuna, eitthvað í gangi hérna, ok, no default and no extension was provided, nú fæ ég einhverja villu, nú er komið villusíðu hérna sem ég að fá bara einhverja villu úr einhverju render, ok, nú þurf ég að laga það, þannig að þetta er komið, en ég ætti eftir að vista þetta hér, þannig að hún var að reyna að rendera hérna eitthvað, hún segir bara eitthvað, ég kann ekki á það, þú ert ekki búin að skilgreina þitt view engine, segjum þetta, reloadum hérna, failed to look up view index in views directory, ok, þá erum við með views path, er eitthvað hérna, og þetta er að verða vittlaust, þannig að ef við setjum hérna loggum út views path, og þá núna er ég að nota console log, kemur ekkert hérna, ekkert að framöndanum með neitt, kemur eingöngu það sem er að keyra serverinn, kemur villan, og það kemur líka hérna þetta, ok, source views, þannig að hún þarf að vera hérna undir, setjum hann hérna, og núna, voilà, þá fæ ég þetta hérna sem er úr headernum, þetta sem ég er sett í flokknum, og svo ef ég myndi núna segja fyrir spurningarnar hérna, þá ætti ég ekki að gera svona, þá ætti ég að gera render þetta, category, og title ætlar að vera eitthvað title breyta sem ég ætla núna að finna eitthvað út úr, const title jafnt og rec.params.category, en nú þurfum við að vera að passa upp á, nú er ég að fara að taka óbeint við gögnum frá notanda og birta þau notanda, þannig að núna er ég að opna öryggishólu ef ég er ekki að passa mig hér, þannig að þetta er bara temp ekki ready fyrir production, bara minnum okkur á hérna, þá ætla ég að gera þetta svona og það ætla að vera category, þá ætla ég að fara hérna, ég ætla að afrita þetta, búið til nýtt view sem heitir category EUS, paste þessu hérna og þá ætla ég að segja spurningaflokkur, ok, mér sem er einstaklega að vita allt. Hérna, búm, svo fyrir ég hér, segi spurningar, hvað er í gangi? Spurningar HTML og render category, akkur svona, þarna. Nú fæ ég þetta hérna, nú fæ ég HTML hérna sem titil og svo fæ ég spurningaflokkur hérna. Þannig að nú erum við komin með leið til þess að búa bara til einhverja slóðir hérna, búa til eitthvað HTML sem síðan tekum við einhverjum gögnum og ræðar þessu saman. Þannig nú ætlum við að taka einhver pásu, byrja eftir svona 10 mínútur og ef það eru eitthvað spurningar þá bara getið dundraðið maður mig núna en ég ætla allavega að hætta að taka upp.